Ég ákaflega þakklátur að mega vera hér á sjómannadag og sérstaklega heyra vitnisburð sjómanna. Guð blessi þig, Egill, og Guð blessi þig, Bragi. Bátana ykkar og gefi ykkur mikla björg blessun. Lærisveinar Jesú Krist voru fiskimenn og þeir fóru og þeir voru stundum daglangt og næturlangt að þess að fá bein. Höfðu ekki einu sinni soðið. Það var ekki gaman að því. Til hvers eru þessi rabbar og róar, sagði Hólmfríður og skjaldbreiður manneskinn sem komu heim úr mannskaða veðri og skipfoss við hliðina á honum og þó var hann aflakóngur hér í Vestmannaeyjum ár eftir ár. En tilraunin hún borgar sig alltaf þegar að farið af stað í nafni Jesú Krist. Og mér hefur verið þessi helgi ákaflega ánægjuleg, gaman að vera með á Stakkagerðistúni í dag þegar Óskar bróðir var heiðraður. Hann var heiðraður af Vestfjarðasambandi Íslands fyrir 2 árum síðan og nú var hann heiðraður af sjómannasamtökunum í Eyjum. Hann bjargaði á sínum tíma bát sem var kominn að því að farast með 2 mönnum. Þar borðar Sigurjón Ólafsson í Litlabæ, frændi hans Ólafs Þíns Árning, og Valdimar Tramberg. Þeir voru í norðanroki fyrir vestan sker og leið heim á öruggum bát og þá var opinn trillubátur í mikilli hafsnauð orðinn hálfur á sjó og menn stóðu upp á þóttum og voru að veifa og beðið hjálp. Óskar kom að hendingu upp í Lúkasgatið og leit út. Guðbergur hérna í hliðarhúsi var við stýrið og leit ekkert nema beint fram. Hann þráði heim, þó átti hann ekki konið og börn heima. En það nú svona, en þá snýri Óskar bátnum við og náði í þessum mönnum. Þeir voru kunnir borgarar hér í mörg ár, Valdimar Tramberg, við þótti vantum hann valla. Og hann átti út í bátáfni sem heitir Trani. Já, það kemur heim. Og svo þegar hann kastaði sér í sjóinn og náði í Kristján frá Drangshlíð í suðvestan leiðindum fyrir vestan Drang og það gerir einhver aular eða aukvísar en norska gerði það og fyrir bragðið gátu þau komið aftur til hafnar af því að hann náði honum Kristjáni og hann lifir enn og hérna hinum yfir sundið upp á Hellu. En mér fannst ónýtanlega ákaflega mikið skuggi yfir þessum sjómannanna að degi þetta bílslys í gærkvöldi og ég það meir að ég átti bara bágt með mig í dag vegna þess. Og þá kannski rætur í því að meðal annars fór ég upp á Borgarsjúkrahús í fyrra og þá var mér sagt að þar væri ung dökkhærð kona úr Vestmannaeyjum, Járnbrá Þórarinsdóttir. Ég fór til hennar. Ég bað með henni og var hjá henni, kom hvað eftir annað til hennar, svo dó hún rétt á eftir. Hún hvílir nú hér í kirkjugarðinum, í Landakirkjugarði. Og það var móður hennar sem fórst í gærkvöldi. Þetta ákaflega átakanlegt. Ég hef verið hér í 36 sjómannasunnudaga og tvisvar sinnum hefur það komið fyrir að stór slys hafa á sér staði mitt í sambandi við sjómannadagshelgina. Það náttúrulega alveg nóg fyrir að minnast þeirra sem hafa drukknað og koma aldrei aftur og blessu verið minning þeirra. Og sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum markviss. Það að orð Guðs geti komið til fólksins svo fólkið hafi eitthvað til þess að halda í þegar á reynir. Ég man það að ég var vélskoðunarmaður í 14 ár og þið sjáu nú ég engin aukvisi og ég átti að pröfa handföngin því það alveg voðalegt að taka í handfang ef að maður heldur svo bara handfanginu eitthvað skeður. Þetta hefur komið fyrir og menn hafa farið fyrir borð með handfangi í handfang. Kom einu sinni borðið nýsmiðan bát, flottan bát og eina frændi með ríki átti þennan bát. Og þeir eru þarna skipstjórinn og fleiri og Runólfur Jóhannsson sem var mér ógleymanlegur samstarfsmaður. Og ég byrjaði á því, það var alumíníum brú á skipinu og flott rör að ég tek í og vingsa og ég bara niður á dekk. Og Runólfur sagði, hvurslags er þetta? Og það ekkert annað en það að það var að yfirfara allar festingar áður en að báturinn fekk leyfi til þess að róa og það var til spaug. En öryggið fyrir öllu og megi það verða á bátunum ykkar, Bragi og Ægir, hugsið alltaf öryggið númer 1.
krónuna skipta minna í bankanum eða vasanum, konunar hafa nóg blessaði, gefið þeim bara lifur og hrogn að borða og þetta reddast á allt saman, en dýrmætast lífið ykkar þetta borð, ekki satt. Er það ekki Jónar? Já, er það ekki, er ekki dýrast að eiga bóndaðinn og fá hann heim aftur? Já, já. Og svo hefur mér verið ákaflega dýrmætt að mig að vera með hér í móti hjá Gideon. Og þetta hefur vikað minn sjóndælda hring. Og svona á þetta að vera bara í kristninni. Við eigum ekki að vera með girðingar og hjarðir sitt og hvað og einn í þessu hotni og hinn í hinnu. Ég er enginn hotnamaður. Alls ekki, ég vil bara vera í miðjunni þar sem drottin og bókin og ég fylgi henni. Og ég hef glaðst yfir því að hafa séð þessa menn frá Biblíufélaginu í Reykjavík, ég sitt með þeim á fundum. Ég man aldrei eftir einum einasta fundi að við höfum deilt eða við höfum rifist. Ekki. Og við höfum verið sammála í því að komast að jákvæðri niðurstöðu og fá það sem er það besta, enda árangurinn eftir því 10.000 biblíur á 9 árum sem hafa farið út til þjóðarinnar. Og nú er verið að vinna að því að prenta hana í algjörlega nýrri þýðingu sem á að koma út í júnimánuði árið 2000 á 1000 ára afmæli kristninnar í landinu og það verð ég að segja þessum mönnum sem að ráða málum okkar í dag og ég nú ekki alltaf ánægður með þá. Þeir eru þó vít á því að glombrast til þess að gefa 3 milljónir til biblíuþýðingar á fjárlögum og fyrir bragðið lifa þeir. Fyrir bragðið halda þeir völdum og geta stjórnað. Þetta er leyndardómurinn. Ekki fyrir það að þeir eru pínu og komið skortum, veginn fyrir það, en fyrir það að þeir vilja styrkja Guðs ríki. Það hefur sín áhrif og við skulum biðja fyrir þeim að þeir megi svo sannarlega frelsast. Þeir þurfa að frelsast og það ættu bara að vera ráðherrar og þingmenn sem eru gegn frelsaðir. Eru þið sammála því? Og þá kjósið þið þá náttúrulega. Svo hefur mér verið mikil ánægja að hitta hérna við minn Árna Jónsson. Árni, ég man eftir því þegar þú var strákur hérna í Sunnudagaskóla og Guðný Sáluga var hérna við píanóið. Og ég stóð hér og ég var að pína ykkur til þess að syngja og þeir sungu hátt. Það voru 400 krakkar hér í þessu sal og þarna inni og það var virkilega sungið. Svoleiðis að það tók undir og ég hitti fólk enn í dag ekkert fyrir löngu síðan Stefán Runnarsson hérna frá Búðafelli sem er fyrir Frystihúsinu á Stokkseyri. Hann sagði við mig, Einar manstu þegar vorum að syngja, já það borgar sig best að vera góð. Vonskan má víkja langt frá mér, já það borgar sig best að vera góð. Er þetta svo í hjónabandinu, gildir ekki það? Má ekki vonska fara langt í Burstarsnári? Já, niður fyrir kjallarann ef hægt er. En þetta er dásamlegt að mega vera jákvæður og mega að vera með. Og Guð blessi þig Árni. Og Guð blessi fylgdarmenn þína. Þið eru að gera okkur hér stór gagn. Þið eru að taka okkur upp í sjónvarpi og þetta verður sýnt. Þetta er auglýsing. Það hefði nú aldrei slakkað í kassanum betur ef við hefðum orðið að borga reikning fyrir þetta. En þetta er okkur bara fast á silfurfati og hvað segjum við? Já, takk fyrir. Já. Og ég veit að Árni er mjög upptekinn. Það veit allir það að ég er aðdáandans og við erum góði vinir. Og hann gaf mér egg daginn. Og Lína var nú bara ekki hrifin af þessu. Nei, hún hélt að þetta myndi fjörga mér svo mikið. Og sagði að það hefur nú að hafa gátt á öllu. En Gísli þegar gerði hann fekk að smakka þau, hann er hér og Siggar óskup ánægður glöð núna. Er það ekki rétt? Já, það er svona. Jæja, en ég ætla bara að skjóta því inn í að Árni Jónsson, hann vinnur það miklum heilindum fyrir Vestmannaeyjar. Hann ætlar að flýta sér til Reykjavíkur núna eftir samkomuna og mæta í nefnd til þess að pæla út 50 milljónir krónur handa okkur í flugvelli hérna upp á. Og erum við ekki ánægð og þakklátt fyrir það. Og við óskum þér fara heitla Árni minn og þér gangi vel. Og þú verður áreiðanlega kosin ef þú verður duglegur. Það er ekki vafa á því. Já, það er pottþétt. 50 milljónir krónur í flugvellin, því að öryggi er náttúrulega fyrir öllu þó að þið finnir kannski ekki tækni til þess að blása þokunni í burtu. En það er allt í lagi. Jæja, ég er ánægður yfir því að hafa komið í mína gamla heimabyggð og ég hef verið að þetta er bara að vinna. Ég var búinn að búa mig undir sjómannadaginn
í Reykjavík, en svo bara eyðilagði ég allt saman og ég fór á hnén aftur í morgun. Ég fór á 7 á fætur, fór þá í gott bað hjá hann Simma og rakaði mig og snyrsti mig fyrir daginn og var tilbúinn og svo fór ég inn á hnén og ég bað til Drottins og þá fekk ég það orð sem ég var að reyna að flytja upp við minnisvarðan í dag. Og Guð blessi sjómannastéttina og fólkið. Þetta allt gegnum bifað og sannfinna fólkinu hér til þess að vinna fyrir land okkar og þjóð. Og hér ekki spurt yfirtíð, heldur bara unnið, vera fljótur að landa. Ég var að tala við mann í gær, kom til hans í gærkvöldi. Hann sagði mér að þeir hafði fengið 12 tonn. Og þegar við fengum 12 tonn þá þurfti að láta huma sér á bryggjuna. Ég landaði 12 tonna. Bara gerði eitt saman og pústaði þessu upp á bryggju og allt fór vel. Jæja, nóg þetta. En það sem er þyngdarpunkturinn í þessu öllu saman og ég var að hugsa áður en að ég fór hingað og vildi benda ykkur á og það er það sem er það dýrmætasta í þessu öllu saman. Það stendur í Tímóteusarbréfinu fyrra og 1. kapítula, mjög þekkt og gott orð. Og ég elska þetta orð. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er í þeirra fremstu sig á apostoli. En með því mannleg viska í mörgum náir skamt, á allt kann ekki giska sem er þó vandasamt. Kost þann hinn besta kjós, Guðs orð fær sýnt og sannað, hvað sé þið leyft eða bannað, það skal þitt leiða ljós. Og það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Hann kom ekki til þess að ganga á vatni, hann kom ekki bara til þess að flytja fjallræðu, hann kom ekki bara til þess að gera kraftaverk, en hann kom til þess að mæta þér og mér í okkar þörf. Við þurftum að frelsast. Það var okkar þörf. Ég man það þegar ég var 16 ára gamall strákur og ég var ekkert verið syndari en aðrir en ég var lífsglaður og hafði gaman af að fara niður í samkomúns og dansa og ég var svo vandlátur, mér dætti ekki í hug að kaupa mér skó öðruvísi en passuðu fyrir vonsin. Ég átti heima hér við Faxastíg og hér bjó Finnur Jósef og það var kveðið við minnumst margra eldri eigi að skeggja Palivú, söng á því bæ. Sem ennþá þór í vals að leggja Palivú. Finnur Jósef fremstur fallega hann svifla sér. Maður tók eftir þessu, maður þetta Gísli. Já, ég sé að þú ert með. En þetta var ekki lífið. Það var eitthvað annað og það var eitthvað dýpra. Og ég komst að raun það að ég þurfti að eignast lífið í Jesú Kristi. Og ég þurfti að frelsast. Mikið lifandis ósköp gekk þetta illa í marga menn þegar að gömlu konurnar hér í Betlehem voru að tala að þær hefðu frelsast. Og þær voru frelsaðar. Og það voru orðnar nýðvísur þær og nýðvísur samkomunar, en það stóðu fastar á sínum. Og hvað er að frelsast? Þetta er hánorrænt orð. Þegar þrælar voru gerðir af þrælum, þá var hásegjarsettur fastur og þeir voru fjötraðir. Og svo þegar það var búið að fjötra þá og þá voru þau leystir og þá var það kallað að hafa frí hás og það breyttist í frjáls. Og ég man það að það sem að Drottinn leysti mig frá, hann hefur þess að gera það á mörgum sviðum. Ég man aldrei eftir því, eitt einasta sinn eftir að ég frelsaðist að ég hefi bölvað. Ég hélt nú ekkert mikið upp á bölv og vildi ekki bölvið að ragna, en það stendur í reikningunni, blessiðan bölvið ekki. Svo þegar ég frelsaðist þá vandaði ég mína tungu, ástkæra ylhýra málið. Ég elska íslensku og ég vil tala hana rétta og blóðslinni voru tekið frá mér. Það fannst mér alveg stórkostlegt. Það kom ekki til greina að ég færi að reykja tóbak, bara ekki. Ég var svo heppinn að mangi skóvari sem hér var með mér í sveit og hann tók rjólblað sem ég var að skera til þess að Óli bóndi hefði eitthvað takið nefið og hann tekur úr blaðinu og segir eina smakkað á, þetta er gott. Og ég í fávita hesti mínu tók hérna blaðið úr rjólbitanum og tugði hann og kyngdi honum. Og árangurinn lét ekki á sig standa. Ég skar ekki meira, bara ekki allt sumarið.
Og ég út á tún og ég gubbaði og aldi og það ekki gaman að þurfa að gera það en að vera sjóveikur, þið vitið. Og maður segir þá ekki amen eða halleluja, bara ekki. En þetta var með viðvörun sem hefur dugað mér í 60 ár, þetta er stórkostlegt. Og mér dettur bara ekki í hug, bara ekki, að eignast þetta. Ég var einu stund að fara upp í Síðumúla fangelsi og Hallvarður Einvarsson ríkissaksóknarstjóri, rannsóknarstjóri bað mig að fara og hitta fanga. Það var kvenmaður. Það er eiga bátt og það er ekki gott fyrir neinn að vera fangi. Þegar ég kem þarna að og ætla að leggja bílnum hjá öskutunnunum, ég taldi að það væri öruggastur, þá var þar sígarettupakki fyrir framan mig. Og ég svona sparka í hennar ranni og þá sé ég það bara hann er fullur pakka ómyndin. Og þá hvíslar fjandinn að mér, hann gerir það, takt hann og gefðu fanganum þetta. Og það hafði nú verið vitnisburður og einar í Fíladelfíu hefði verið að bera tóbak í fangin. Eða hvað finnst okkur? Svo ég tók pakkan og tók á öllum minnum afla, þetta er sekt og sterkt þessi ómynd, og ég sneri það í sundur við öskuturna, bara vel. Og það kom ekki til greina að ég færi að bera þetta. Bara ekki. Þeir eru svo vandlátir að ef maður kemur bók og vil gefa fanga, já, má ég sjá bókina. Og veistu hvað ég gera? Ég byrja að kíkja hér inn í bókina. Er hérna eitthvað, sömnálið eitthvað sem ekki er nógu gott. Þetta verður alltaf verið hreint. Kona hringdi í mig fyrir jól og spurði mig hvort að ég færi í fangilsi. Árni, þú komið með mér. Og ég sagði Árna og lokkaði hann til þess. Það eru menn sem líka hafa atkvæðisrétt og þeir þurfa að tóka. Árni kom til mér og Árni kom, hann gerði það. Og við sungum og við höfum samkomast eftir þessu Árni og hann var með gítarinn og þetta fór allt saman mjög vel. Já, þetta eru bara menn eins og þú og ég. Svo þegar að við fórum þarna austur eftir, þá hringi síminn rétt áður ég ætla að fara af stað og það móðir. Og hún á son. Og hann er búinn að vera 8 ár í tukthúsinu. Og hún segir, Einar minn, viltu gera mig greiða? Viltu fara með pakka handa drengnum mínum? Víst vildi ég það, en maður má bara ekki gera það. Hún hafði þá kettingaskjátan gefið honum jólagjöf. Þetta er aumu kettingarnar, þið verðið að passa ykkur sem eru mæður. Hún laumaði 50 töflum af Valium í tóbakskassa, reyktóbak. Og svo þegar að hann fekk þetta og fangavörðunir vöruðu sig ekki á neinu, þeir fóru ekkert að skoða Valium eða neitt, það var bara tóbak, jú, hann má hafa það. Svo koma jól og þeir eru það kristnir, þessi fangaverðir, að þeir opna Vesturálmuna á Litla-Hrauni og segja að þið eru jól, þá megið þið vera saman. Og við skulum hafa opið og láta sem minnst að kenningu vera á jólanóttina að þið séu fangar. Þeir þakkuðu fyrir. Morgunin klukkan 7 kemur vaktinn inn. Þessir menn þeir vinna gott starf. Þá eru allar dyr opnar og allir eru í einum klefa og þeir liggja á gólfinu í ofurvímu eins og rottur. Og það var að hella yfir þá vatni til þess að vekja þá og þegar þeir vaknuðu þá var spurt hvað hafið þið gert. Jú, það var einn sem gaf þeim Valium og þeir borðuðu allir Valium og drukku kaffi með og þá urðu þeir svona ruglaðir. Þannig að þetta sé gott og að mamma skulle ganga á undan og þau komast að þessu og hún var sett í bann, hún má alls ekki koma Litla-Hraun. Svo báði mig, Einar vilst ekki fara fyrir mig. Sko maður stundum notaður alveg eins og gólþurrka og stundum leyfir maður það sé gert. En ég var nú vandlaður í þessu sambandi. Megi Guð almáttugur hjálpa okkur. Jesús kom í þennan heim til þess að frelsa synduga menn. Og það var sungið hér í gamla daga og það sungið enn, hann frelsaði mig, hann frelsaði mig. Þá öll von úti var, Jesús, hann frelsaði mig. Og sá maður sem er frelsaður, hann er viðbúinn því að mæta mestu alvöru lífsins. Ég var í Landakirkju í gær við útför hennar móður þinnar, Kolla, og hún var góð kona. Og ég skal segja ykkur bara það mömmu hennar Kollu. Hún var ekki oft hér. En hver einustu jól sendi pabbi hennar Kollu og hún Pála og Sveinn og hún María eplakassa hingað í Betel. Og ég veit ekki hvort það voru þau epli sem voru að finna þetta ofan, en það tekaði ekki frá því alltaf kom þetta frá okkur.
Og þegar ég var fyrir mesta höggi sem ég fengið á minni lífsgöngu og Guðni heitinn dó, þá var ég ekkert of vel fjáður eða viðbúinn að mæta því. Og Guðni var þá bara 10 ára gamall. Og hann þurfti náttúrulega að klæðast í góð föt hérna inni og fylgja móður sinni. Haldið að Pála komið þá ekki með föt að drengnum sínum sem voru orðin á lítil á hann. Og í gegnum Þórdísi Jóhannesdóttur þá spurðu mundi þessi ekki geta passað á drenginn þinn og það passaði. Og ég var í skuld þegar ég kom í kirkjunni í gær, ég varð að fylgja henni móðurinni og ég heyra minningu hennar kona mín og blessa hana. Og það hlýtur að vera eitthvað gott í þér fyrst þú dóttir hennar og af henni komin. Og Guð blessi þig og húsið þitt og heimilið þitt. Ég kíkti aðeins til hennar Kollu í dag, ég sá nú ekki bóndan og ekki heldur hundinn. Allt farið, en ég fann eitt og það var það þegar við komum inn. Já, þetta í lagi, það er góð lykt hjá henni Kollu. Guð blessi ykkur elskuðu vinir og það er dásanlegt að eiga Jesúm Krist og hafa hann sem frelsara sinn. Og þannig gekk ég í þessu lífi þegar ég hafði tekið trúarafstöðu. Ég tilengaði mig drottinn Jesúm Krist og ég ákalla hann í dag og hann er frelsari minn. Hann er það. Já, og ég lít á hann sem frelsara og ég trúi á hann og ég tilbið hann og ég vil heiðra hann og ég vil ekki styggja hann. Ég vil vera í takt við hann og ég vil ekki vera að gera eitthvað í laumi sem að honum er ekki vel við. Ég vil eiga samfélag við hann og ég vil varðveita orð hans í hjarta mínu til þess að ég skul ekki synga gegn honum. Megi Guð blessa ykkur í Betel þegar við nóg verk að vinna enn. Ég er ekki búinn að missa sýnina enn sem ég sjá. Þegar ég var veikur, það hafa búið að taka þessa hlið úr og það var búið að byggja hús í norður. Og þú Hjalli, þú varst að vinna í því. Og þú varst í Vinnugalla. Og Óli Grens var að vinna í því og Jón Jóhannesson í Hafnarfirði. Og þá sagðu þið mér að þið værið að klára húsið svo það gæti tekið 1200 manns. Já, 1200 manns. Það væri bara eftir svolítið að mála og þið biðu eftir systrunum að þær pússuðu sig til. Ekki að vera að mála sig, heldur að mála veitinni. Er þetta ekki gott? Við höfum trú fyrir verki Guðs og við höfum erindi með þetta starf. Það þarf erindi því að við holum hérna fyrir norðan eitthvað sem heitir áfengisverslun ríkisins. Það þarf að koma andvægi og til þess að ég sé jafna í byggðinni þá þarf mikið af heilugum anda og krafti hér. Svo börnin okkar geti losnað við þetta og verið frjáls og frí og þau sé ekki matur fyrir lögregluna. Það er enginn af þeim sem sitja í fangelsum í dag skapaði fyrir fangelsi. Það er enginn skapaði til þess að bera járn. En þeir þurfa að vera frjálsir í sínum anda og þá gengur vel. Og þá segjum við Amen og þá segjum við Halleluja. Og ég þakka tækifærið. Og ég er glaður og ég er frjáls og ég er frír. Það er engin eddumörk á mér ennþá. Takk fyrir. Engin eddumörk, auðvitað ekki. Við erum síungi Guðs ríki. Lífið hann er ljósið, við skulum syngja þennan söng. Hann er lífið, hann er ljósið, hann er andinn heilaga. Hann er lynsið okkar alla, hann er gleðin heila. Hann er kraftur, hann er góður, hann er andans sendur inn. Hann er drottinn Jesús Kristur, hann er endurlausnari. Hann er lífið, hann er ljósið, hann er andinn heilaga. Hann er styrkur okkar allra, hann er gleðin heila. Hann er vatnið, hann er blóðið, hann er andans sendur inn. Hann er drottinn Jesús Kristur, hann er endurlausnari. Hann er lífið, hann er ljósið, hann er
Það byrja ykkur nú að leggja hendur ykkar yfir hvert annað og biðjast fyrir hvorum. Gjöru svo. Amen. Halleluja. Halleluja. Blessi hvert annað í Jésu nafni. Veitið á þjónustu sem þið vitið að þið getið þjónustu. Ó, Kristus, saman þeir hættu á Jésus. Abba, Fader, Abba, Fader. Ég lofa þér, Fader. Ó, Jésus, Drottinn og frelsi. Amen, amen. Abba, Fader. Ó, Hare Krishna, Madre Kalorosina, Ó, Jésus. Halleluja. Drottinn, við leggjum hendur okkar yfir hvert annað í þínu nafni, Jesús minn. Við byggjum huggunar, við byggjum blessunar og við byggjum lausnar í Jesús minn. Við byggjum fyrir heilsu hvers annars elskaði Herra og við þökkum Drottinn að án þín getum við alls ekki gert. Við byggjum líka fyrir því, Jesús minn, að andi þín megi vinna það verk í okkur einu og sérhverju sem að þarf að vinna. Svo við fáum að lífa þér, Drottinn, og við fáum að vera þau sem að kallast réttlátt frammi fyrir þér. Drottinn, við þökkum að þú hefur gefið þitt lífandi blóð til þess að rensa okkar af allri synd og við þökkum að við munum predika þetta, við munum boða þetta, Drottinn minn, og við munum sjá að þetta hefur áhrif á fólk Jesús. Í þínu dýrlega nafni. Amen. Amen. Gjörðu svöru frá okkur og segja. Og við þráum það. Það vill enginn vera vanvirtur eða vanheiðraður. En sá sem veitir mestan heiður sem getur og heiður sem skiptir máli Drottinn okkar og frelsari. Og það mjög þýðingarmikið fyrir okkur að við kunnum að fara þannig með líf okkar og við kunnum að fara þannig með kringumstæður okkar að Guð, hann veit okkur heiður sinn. Hvernig líst ykkur á? Og það segir í Biblíunni og Jesús kennir okkur þetta. Hvers sem mér þjónar mun Faðirinn heiðra. Að vera á samkomu hérna í Betel, það getur verið svona eins og setjast bara í sinn stól og hafa svona ákveðna skemmtun út úr þessu og ykkur líður vel og það er búið að syngja hressilega og ánæglega. Við erum búin að hafa hérna einsöng og dúetta og kórsöngur og framvegis, síðan förum við út og við lokum þetta allt saman eftir okkur. Ef að aðalatriði, það atriði að lifa fyrir Guð og kalla heiður hans yfir okkur, ef það fer fram hjá okkur systkini og vini, þá erum við í raun og veru búin að sitja heila samkomu okkur til ónýtis. Það skiptir afar miklu máli að við tökum þetta orð sem að Jesús Kristur kennir og við leyfum því setjast í okkur, fara í hugsun okkar og hjarta og leyfum því að blómstra hið innra í okkur og skapa í okkur nýjan mann sem Faðirinn mun heiðra. Og ég þess alveg fullviss að menn eins og Sigfús B. Valdimarsson sem hér situr á meðal okkar, Óskar Magnús Gíslason, Einar Gíslason, Fannberg Jóhannesson og fleiri, þið fáið heiður frá Guði ef þið þorið að ganga út á orð Jesú Krist. Amen. Ég man það sem ungur drengur þegar maður var nú svona stundum tekin í gegn fyrir það að vera öðruvísi. Maður var í Betel og að vera betelingur átti að vera alversta skammaryrði sem til var. Og það var yfirleitt svoleiðis að þegar maður var skammaður að þá kom einhver romsa af alls konar lýsingarorðum sem endaði með betelingur. Og þar með átti maður að liggja alveg kyrli hlátur. En ég veit núna að því ég fengi náð til að þjóna föðurnum og þjóna Guði, þá betelingur orðið hróks. Og ég hef sagt það við til þess Steina og Anna Þórunu þegar þau gengu í Betel, þau eru búin að vera í KFM, þau eru búin að vera í ungu fólki með hlutverk, þau eru búin að vera í svo endaðu í því að vera betelingar og þau segja, nú ég stoltur að þau verið betel. Amen. Og þetta vegna þess að það sem að Faðirinn á, Betelsöfnunin verður að vera einn Guðs. Hann má ekki vera einn einhvers manns. Hann má ekki vera einn af flokkunum, þið vitið. Það er nóg af þeim, en þetta verður að vera einn Guðs. Það sem ljós Drottins fær að lýsa, það sem gleðin frá Guði fær að streyma og það sem sköpunarkraftur Guðs má taka þig í gegn og móta þig til dýrðar Jesú Krists.
Það er ein stefna núna sem er búin að vera guðleysi stefna. Hún er búin að vera í gangi í heiminum í 70 ár. Þessi guðleysi stefna, hún var von mannkynsins. Meira að segja Nóbelsskáldið okkar orti hana dýrðarkvæði og dýrðaróð. Þetta var stefna, kommunismi. Hann átti að vera þvílík lausn og þvílík allsherjar boðun að menn áttu að komast í sæluríki. Sovjetríki eru kannski sæluríki, þar sem menn geta sofið og étið, en það var annars sem kom út úr. Nú sjáum við, hún fékk að vera við líði í 70 ár. Í kringu 1987 fór allt að hrynja. Það fór að flosna þetta og nú erum við að sjá að stefnan hún stendur uppi til háðungar, til smánar og hún er höfundum sínum til skammar vegna þess að hún kallaði yfir þjóðirnar fjötra, eyðileggingu og guðleysi. Þeir heiðruðu henni ekki föður. Og frammi fyrir okkur vinir, þá höfum við fengið að sjá að þessi stefna, hún er búin að líða skipbrot og því get ég sagt við þig. Ef þú byggir þitt líf á þessu orði Drottins og þú heiðrar Jesúm Krist með lífi þínu, með skoðunum þínum, með munni þínum, með því sem þú gerir með höndum þínum, þá mun Faðirinn himneskur veita þér líka sinn heiður. Og þú hefur ekki efni á því að vera án hans. Amen? Ég ætla að enda þetta svona. Og þannig vil ég enda þessa samkomu og við byggjum saman einmitt þetta að Faðirinn, hann fái að við fáum að heiðra hann og hann að heiðra okkur. Við skulum ljúka þessari stund með því að standa upp og biðja saman. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú ert konungur konungana, þú ert dýrðar drottinn allsherjar og við þökkum þér að við höfum fengið náð til þess að kynnast þér Jesús minn. Ég bið blessunar yfir alla þá sem hafa heyrt þessi orð. Ég bið blessunar yfir framkvæmdina sem hér eru Drottinn og ég þakka þér að við mögum koma þínum málum fram. Drottinn, ég bið blessunar fyrir íslensku þjóðinni. Drottinn, að hún fái skynjun á þessu að heiðra þig og lifa fyrir þig, Drottinn minn. Til þess að blessunum megi koma yfir og þeir megi hafna guðleysinu, Drottinn Jesús, en ganga inn til fundar við þig, frelsari minn. Ég þakka þér að þú stýrir tungum okkar, þú stýrir skrefum okkar, Jesús minn, þú stýrir hugsunum okkar, frelsari, svo við megum gefa þér dýrðina í Jesú nafni. Amen. 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 Svo er samverðustundinu lokið. En það er hérna lítill baukur við hliðina, okkur langar að gefa ykkur tækifæri til þess að styrkja kristniboðið okkar. Frímann Ásmundsson er Íslendingur sem býr út í Noregi og er giftur norskri konu. Þau eru að fara út til kristniboðsstarfa í Afríku og eru búin að vera við það undanfarin ár. Það kostar hann yfir 400.000 að standa í því að komast út. Og þetta litla brot sem við leggjum í þennan stuðning verður til þess að hjálpa sveltingjum, bæði til þess að kynnast Kristi betur og að þau megi einmitt að fá þennan heiður frá föðurnum. Ég ætla að biðja hana Maggi að gjöra svo vel að koma hingað. Hún er gjafkeri kristniboðsins og hún stendur við dyrnar með baukinn og tekur á móti öllum gjöfum.
Einar, komdu hérna lappandi á móti mér. Þetta er synd fyrir ofan ykkur. Komdu gríkarnir, komdu. Hann á þetta síðan Sigurður Georgsson aflakóngur. Bleið gott. Svo fer það í rofinn og sefur þar á nóttinni og fær skjól. Það er eins og, Árni, það er eins og svona, er það? Þetta er fleira fólk. Já, það göngum við bara. Ganga bara niður aðeins. Hafðu ekki langt á milli, Árni? Við förum bara hérna á veginn. Já, fyrst. Þessu í lagi þau. Það er alveg kort kringum mig. Útrúið.
Einar, þú talar oft að stundin sé blessuð. Já, þá eru það áhrif sem að snerta innri veru mannsins. Hann hrífst með, hann getur grátið og hann getur hlegið. Þetta er blessuð stund. Alls ekki að sé eins og jarðarfarastemming. Heldur eitthvað sem lyftir mann upp. Hvenær kom frelsunin inn í þitt líf? Hún kom 20. nóvember 1939 klukkan 11 kvöldi. Þá skiptum. Hvað ertu gamall þá? 16 ára. Og þá skiptum? Algjörlega eins og nótt og dagur. Og líf og hugsun öll breyttist. Þú hefur auðvitað átt hefðbundin unglingsár. Já, ég átti mjög góða æsku, mjög. Hafði yndi af því að alast upp í eyjum og kunna meta eyjarnar og var náttúrubarn og var alls staðar með. Ég sparkaði bolta þegar ég var strákur og ég hafði yndi af því. Þá var ég þórari og tildraugin fyrir því að ég gerðist þórari voru þau að öll systkini mín voru í Týr og ég vildi ekki vera eins og þau. Og mér fannst Þór tapa oftar og þurfa þá heldur á liðsinni mínu að halda og fór að sparka bolta með Þór og ég eignast þar mjög marga góða vini sem eru vinir mínir enn í dag. Varstu fyrirferðar mikill unglingur? Já, það var alltaf eitthvað í kringum mig en ég var ekki ódrengur og ég var ekki vondur og ég tók tillit til þeirra sem í kringum mig voru og ef ég gerði á hlut einhvers þá baði ég hann fyrirgefningar. Ég átti auðvelt með það og vildi vera í sátt og samlyndi. Nú eru gælunöfn algeng í eyjum. Hafðir þú slíkt? Já, ég var kallaður Einar Hani og það líkaði mér afar illa. Ég veit ekki hvers vegna, kannski hefur það verið vegna þess að ég heiti Einar Jóhannes og mamma kallaði mig oft Hanna og þá var stutt yfir í orðið Hani. Og hvernig brástu við því? Já, ég vanalega hreinsaði það frá mér og umhverfi mínu og þá var það ekki nefnt meira og svo datt það niður. Já. En svo verða umskiptin? Já, þau voru góð. Umskiptin felast í því að ég fekk samviskufrið og hjartafrið. Og sem betur fer leitaði ég aldrei unaðs hjá Bakkusi og ekki heldur hjá nikotíni. Ég var alveg laus við það og mamma bað mig þetta, snertaði þetta ekki og nú segja allir læknar það sama, að þetta séu hluti sem við skulum forðast. Og ég er mjög fullur ánægju við því að hafa losnað við þessa óvinni mannlegs lífs í gegnum allt mitt líf. Og hér inn í þessari íbúð aldrei sett flaska á borð og ef ykkur kemur hér inn sem reykir sem kemur fyrir þá bið ég þá að fara út á svalir eða þá fara út á götu. Ég vil ekki sjá þetta sjálfur. Nei. Tengirðu það einhverju sérstöku atviki hvernig umskiptin koma til? Mikill vinur minn, hann drukknaði og ég heyrði hann drukkna. Það að drukkna er meira en að lungun fyllist af sjó. Þetta er andstætt að þurfa að drukkna og kafna. Mér er sagt að þegar að slysið mikla var 16. maí 1901 við Beinakeldu að það fólk lifandi enn í dag sem að heyrði hrópin í fólkinu þegar það var að drukkna og það getur aldrei glemt því eftir 90 ár að heyra þetta og þessi vinur minn var í sjöksbát út á botni og hann rak á akkeriskeðju frá mótorbát og hann gat gripið í keðjuna en sjórinn addi hann og tók hann, addi að honum og tók hann og ég var með staddur í því heimili sem móður hans var, þetta var enga sonur og þar kom huggunaríkur maður sem sjálfur var ekki maður, Torfi Ásól, þangað heim og greindi henni frá þessu slysi og ég hugsaði bara sem svo hvað ef þetta hefði verið ég? Er ég þá viðbúinn að mæta þessari stund? Og mér fannst ég ekki vera það
og gerði því fyrirbúna með því að leita drottins af öllum hug og hjarta. Þetta voru tildrögin sem ýttu á mig. Ekki það að ég færi í kirkju, hlustaði á prest eða predikar í Betel, alls ekkert neitt svona. Ég stundaði það ekki, fyrir allt í einu þarna. Hvernig skilgreinir þú Betel eða Hvítasunnursöfnuðinn? Betelsöfnuðurinn er hópur af ákaflega misjöfnu fólki, yfirleitt mjög gott fólk, og það er sameinað í sömu trú og sömu skoðun. Alveg eins og maður og kona sameinast og verða eitt. Það er ekki hjónaband ef þau eru sundruð og er alltaf að rífast og ósamála. En þegar að maður finnur Guð með því einkenni að maður á frið, hjartafrið, það merkir þess að þú hefur fundið Guð. Og þá skilgreinist það þannig að þú ert samleið með þeim sem hafa fundið þetta. Og þar skiptir ekki nokkru máli aldur eða kyn. Menn voru alveg undrandi á því að ég skildi geta átt samleið með þessum gamlu konum. En það eru einhverja bestu manneskjur sem ég hef fyrirhitt á lífsleiðinni. Manneskjur sem að gátu að gefa manni ráð og leiðbeiningu. Ég skal segja bara eitt, eina af þeim fyrstu sem ég kynntist, hér Þorbjörg Jónsdóttir á Grundabrekku, nágranni þinn. Og ég er nú pólitískur maður. Og ég kom til hennar, blessaðar að Þorbjargar á Grundabrekku og við fórum að tala um að nú væru kosningar í nánd. Og þar var oddamaður, oft umdeildur og margir hreykti í hann Jóhann Jósefsson. Og ég tók svolítið undir þetta. En Þorbjörg sagði við mig, varaðu þig Einar. Ég er eldri manneskja en þú og þú munt lifa mig, enda hefur það skeð. En Jóhann Jósefsson, ég get ekki hlustað að sé ráðist á hann. Faðir hans drukknaði þegar hann var 13 ára og ég veit ekki neinn mann sem hefur betur reynst móður sinni heldur en hann. Hann hjálpaði henni að ala upp yngri systkini sín og komið með öllum til manns. Og svo var þetta sómamaður fyrir okkar byggð. Þú skal kjósa hann. Já. Ég hef tekið þetta ráð bara fyrir lífstíð. Það var ekki tekverið á því. Ég kaus Jóhann og ég kaus og arftaka hans og sé ekki eftir því og kannast við það hvað sem er. Og þarna hafði mikil áhrif líka á stefnumótun mína. Ég hafði framúrskarandi kennara, marga, en sá sem að mér fannst fremstur og eftirminnilegastur var séra Gíslason. Og þegar hann var að kenna okkur landafræði og sögu eyjanna þá þekkti hann þetta eins og fingurnar á höndum sínum og honum var ákaflega tíðrætt Tyrkjarán þegar að 400 manna byggð var lögð í rúst og þeir tóku meir en 200 með sér og seldu þá mannsali í Alsír og þá eiginlega vaknaði þetta upp hjá mér að það hefði verið varið land og það hefði verið hægt að verja fólkið og losa það við þetta og það þurfti ekki upp undir 160 ár til þess að augum manna vöknuðu fyrir því að Kapteinn Kúl stofnaði herfylkingu Vestmannaeyja og nú erum við staddir hér í heimili mínu og það sem er einkennandi fyrir heimili mitt fyrir utan búnaðinn það er að ég er hér með lyklatippu sem segir að húsið er varið. Það hleypur ekki hér inni svo hann vill. Það þarf lykla til og aðrir hafa ekki þessa lykla en ég. Ég vil verja mitt heimili. Og þegar ég tala um þetta í víðari merkingu þá man ég það þegar ég var lítill drengur og faðir minn sem var skipstjóri og sjómaður yfir 40 ár þá var hann að tala svo mikið Þór. Þá voru Vestmannaeyingar sem keyptu hann, byrjuðu að verja landhelgina og byrjuðu að verja miðin. Þetta gerðum við sjálfir. Varðskipið Þór. Varðskipið Þór. Og það ættum við að gera í dag. Mér finnst það, þú ert nú pólitíkus Árni, þú komið með mér á Litla-Hraun, hví að vera að binda þessa menn inni þar, 55 menn, áhverju ekki að þjálfa þá til hermennsku og láta þá vera í okkar land. Og svo veru ungi menn sem að þurfti að fá aga og leiðbeiningu, þeir eiga að gera þetta, við sjálfur. Þetta er skoðun mín. Og þegar að unglingsárunum sleppir, þá tekur hversdagsbaráttan við, þá ferð þú í vélstjóranám. Það var nú alveg tilviljun. Ég var á Snörvon með Óskari bróðir
var skráður á vélbátinn Víking VF 133, liðlegur og góður landsbyggður bátur sem þeir áttu. Pabbi minn, Júlíus Frandi á Hlíðarenda, var þar vélstjóri yfir 20 ár og svo Óskar bróðir. Ég er skráður 10. maí 1940 og ég man að við vorum að búa til fótreipi á Dragnót þegar Þorvaldur Guðjónsson, þessi kunni, góði Vestmannaeyingur, kom til okkar á Básnessbryggju og sagði: jæja, nú eru verndararnir komnir, þá eru Bretar komnir. Og já, við hlustuðum bara á þetta en enginn gerði sig grein fyrir því hvað fylgdi þessu. En þarna sáum við menn sem voru að verja okkar álfu og risu í gegn ofurveldi nasismans og brutuðu á bak aftur. Og maður sá það á skipunum þeirra. Þeir áttu mjög glæsileg og falleg skip. Ég man British eða Vín, ég man King Soul. Þessi fagru og glæsilegu skip, allt í einu voru þau hætt að fiska og voru gerða herskipum og þeir komu með gamla reiðfúna stalla og voru að reyna að bjarga sér. Og svo þegar ég fór sjálfur að róa þá sá maður reiðgöldin út sjóin, einkanlega rágúmíballana sem allstaðar voru. Og svo Tundurduflin. Og ég man þegar að Tundurdufli sprakk á Kirkjubæ fyrir á austurhluta Heimaeyjar, það var aldeilis hvellur þegar það tók land þar í grjótinu og splundraðist og öll eyjan vaknaði. En ég hafði yndi af því að vera á sjó og mér leið vel á sjó og ég gat hugsað mér að leggja sjómennskuna fyrir mig. Gat það. Nú varstu lengi vélstjóri í landi, sjómaður og síðan skipaskoðunarmaður. Já. Tildrögin fyrir því að ég fór í land eru þessi. Við vorum 3, pabbi og við 2 bræður og við fórum saman á einum bát, Víkingi. Ég í forföllum annara, en móður mín hún alveg strækaði á þetta og sagðist ekki vilja vita okkur 3 á sama kili. Þannig að ég fór í land og þá var ég nýbúinn að ljúka vélstjóranámskeiði og ég setti mig inn í það af öllum huga og þá var það vinur minn Jóhannes Brynjólfsson sem nú er látinn. Það var alltaf gott á milli okkar Jóhannesar. Hann bauð mér starf í Ísfélaginu. Þá átti að fara að fjölga vöktum, ekki að væri 2 menn sem stæðu allan sólarhringinn heldur 3 og breyta úr 12 tíma vöktum í 8 tíma. Og ég var ráðinn þarna og var þarna í 8 ár og var mjög heppinn með samstarfsmenn. Halldór Eyjólfsson við Sunnuhlíð í Vestmannaeyjum, hann var Mýrdalningur, kunni frá mörg að segja, var alveg þjóðhaga smiður og sérstæður persónuleiki, giftur Viktoríu Jónsdóttir og við vorum systkinabörn, ég og Viktoría. Og svo Bogi Matthíasson á Litlónum sem drukknaði á sjómannadag fyrir 2 árum síðan og mér finnst eiginlega alltaf tóma síðan að Bogi fór. Við vorum miklir vinir og miklir félagar. Og það gekk ákaflega vel og það sérstæðasta við störminn í Ísfélaginu var það að þá komu Amerikanar til Eyja og þeir leigðu þar 2 klefa og við vélstjórarnir við áttum að passa lyklana. Og svo voru bara vissir menn sem komu og tóku matarbirgðar og við fórum oftast nær með þeim. Þá sá ég fyrsta sinn kalkún og þá sá ég beikon og ýmislegt fleira og þeir voru að gefa okkur af þessu og lofa okkur að smakka þetta. Þetta voru hlutir sem að maður hafði lesið en aldrei reynt. Þetta var mjög sérstætt. Og þeir komu svo þessi menn sem voru hér í útlegð og vildu það ekki, þeir vildu vera heima hjá sér og voru að biðja okkur fyrirgreiðslu á einhvern hátt, hvar að vera í skósmiður og svona. Og ég átti þá systur og vildi náttúrulega ekkert blanda þeim inn í þetta, svo ég var ekkert að bjóða þeim heim, þó gerði ég það nokkrum sinnum, aðalega þó í Betel til Ásmundar Eiríkssonar. Hann opnaði sitt hús fyrir þeim. Og ég held að það sé eina fáu kirkjum á Íslandi sem var opin fyrir þessum mönnum, það var Betel. Nú hafið þið sjálfur verið í Betel og ég man það að við höfum þá Kívík sem hafði verið í Bandaríkjunum, talaði ákaflega góða ensku. Við settum okkur í sambandi við
yfir mennina og buðum upp á guðsþjónustuhald og þeir komu og við í Betel við æfðum enska sálma, áfram kristmenn, krossmenn og alheilagur drottinn, almáttugur drottinn og sungu þetta raddað fyrir þessa menn og það var hátíðlegt og þetta tilheyri sögunni og má benda á þetta séð í Vestmannaeyjum að þeir komu þessi blessuðu menn herkladdir en ekki með vopn. Þeir gengu í skrúðgöngu og inn í Betel og sátu þar og fengu svo guðsþjónustu á sínu eigin móðurmáli. Þetta vil ég koma fram og þarf ekki að gleymast því að sumir stimpla okkur fljótt út úr leik með kreddufesti og sértrú en þetta gerðum við þó. Við bauðum að koma og þetta voru menn og maður eignaðist þarna vini fyrir lífið. Já. Telurðu þig hafa mikið næmi fyrir vélum? Já, ég heyri vélar og ég hafði svo góða heyrn að ef ykkur kom inn dyrnar þá heyrði ég á vélarhljóðinu ykkur var komin inn og það skapaði árvekni og ég var mjög árvakur maður. Það kom aldrei fyrir í 8 ára ég kem of seint á vakt, bara ekki. Ég var alltaf mættur stundvíslega og það kom sér oft vel að vera stundvís. Ég átti mótorhjól og ég rendi því alla leiðin í vélasal og stilti því fyrir neðan rafmagnstöfluna, það var hlýtt og þá leit ég yfir vélasalinn þegar ég kom og ég vissi þarfir vélarinnar. Það væri að hún hefði nóg olíu, hún hefði nægilega smörning og hún hefði nægilegt vatn. Og ég leit alltaf fyrst á smörkassan. Og hann átti að vera fullur við vaktaskipti. Eitt sinn kom ég í nóvember á vakt klukkan 4 og það var dimmt og það var suddi og það var ekki skemmtilegt veður. Og þegar ég kem inn þá bara kassin að vera tómur. Og mér bregður hastalega og skildi að nú var í vélstjórinn eitthvað hindraður, það var Halldór heitinn Eyjólfsson og ég horfa á hæðaboxið og það að vera tómt og þá var komið þar mísindis maðurinn í vélasalinn og hélt á föstum stórum lykli og var að ögra Halldóri og ætlaði að gera honum illt. Ég vippaði mér úr skinnjakkanum sem ég var í, tók að mig bindi því ég var alltaf með bindi og vildi vera snyrtilegur. Og ég inn þar sem þeir voru saman í horninu og ögruðu hvor öðrum og nú skipti bara handalögmál því þetta var einn vígur maður og ég réðist á hann og ég kom honum undir og þegar ég var búinn að koma honum undir og kvaldi hann með kyrkingabræði þá sagði Halldór blessaði við mig einar varaður hendina ég ætla að ganga frá kvikindinu og fá hann bara út úr tilverunni. Og ég sagði, Dóri minn, kassan að vera tómir, þú voru að fylla þá. Og hann hljóp til og fór að fylla, en ég kom þessum manni út og hann gerði aldrei meira megin þarna. Nei. Svo það var gott að vera að klára vaktinni. Já. Nú svo fórstu í útgerð, þú varst útvegsbóndi með rentu, þú varst með sauðfé og þú varst á sjónum. Já, já. Ég gerði það. Þegar ég hætti í Ísfélaginu þá fór ég á biblíuskóla í Stokkhólmi og var þar í 2 vetur og hafði það náttúrulega mjög gott af fyrir lífið. Þá kendi mig doktor Levi Petrus. Við vorum 500 saman þarna og mér féll þetta mjög vel allt þetta unga fólk og fræðslan og kennslan. Til dæmis hún var svo fullkomin að þeir sögðu að það væri nauðsynlegt fyrir mann að hafa mannþekkingu og ég vil eiga mannþekkingu og þekkja svolítið til mannsins sem ég að tala við. Og þeir sögðu sem svo þegar þú kemur í hús ókunnugt og hefur aldrei verið þar áður, á augnabliki veistu hvernig húsmóðurinn Þefaðu vel þegar þú kemur inn. Og ef þú finnur ekki bleiulykt eða handlykt eða ólykt, þá húsmóðurinn í lagi. Og þetta bara regla sem gildir hvað sem Maður kemur í víða í hús og það misjöfn umgengni, en ef húsmóðurinn natin við þetta, þá þetta allt í lagi. Og það bara gott. Já. Þjálfaðirðu upp þinn ræðustíl á biblíuskólanum? Mér var kennt það þar og við hlustuðum öll á það, hvernig maður ætti að vera góður ræðumaður.
og þeir tóku stól og setta hann fyrir framann okkur og sagðu, nú skulum við ræða um stólinn. Og við byrjum á því að tala um efni sem hann er byggður að. Til hvað stóllinn er notaður, hvort hann er í kirkju, samkomuhúsi í heimili, og þegar þið eru búin að greina frá þessu þá steinþegið og hættið. Ekkert að vera að þæla um þetta fram og aftur, bara stóllinn er þarna og hann er gerður svona og hann er til þessa. Og það er kunst fyrir ræðumann að vera hnitmiðaður, hafa beina skarpa hugsun í samtengi og alls ekki að orðlengja sitt mál. Mér finnst langar ræður alltaf hundleiðinlegar. Ég man eftir því Pei einu sinni á samkomi hjá þér í miðri blúss ræðu að þá tókst af skarið og sagðir, jæja, nú er komið kaffitími. Hann er bleið það. Já, já. Störf mín kenndi mér stundvísi á allan hátt. Og til dæmis þegar ég var á grafskipinu, ég var þar í 8 ár, að það var afar formfast. Það var lögð mikil áherslu að mæta stundvíslega. Og menn áttu sinn rétt í tíma samkvæmt samningum. Og ég man það þegar að Tyrkjabyssan fannst 22. september 1968. Þá vorum við svo samviskusamir að vinna fyrir bæjarfélagið okkar. Og helmingurinn af mannskapnum fór niður í lúkkar og drakk kaffi en helmingurinn var uppi til þess að láta skipið ekki stoppa því. Það þurfti ekki kaffitíma skipið og vélarna gengu og gátu skilað sínum afköstum. Og að gera var að ná sem mestu magni upp af sandi og fara með henni í burtu. Og við fylltum vanalega 10 til 12 pramma á dag. Svo Ólafur Jónsson frá Kirkjubæ, tengdafaðir Sigmundar teiknara, fínn kall á allan hátt og átti góða konu hana Jón og ég heimsótti hana núna á sjómannadaginn. Og hún Helga er gift honum Sigmundi, þetta er allt eins og ein fín fjölskylda. Ég segi við Óla, það er eitthvað fyrir stútnu núna Óli minn. Já, ég sé það, segir hann, en hann var afskaplega sár á að geta ekki nýtt tímann. En þetta var 7 tonna þungur drössull sem þurfti að hífa upp, svo Óli hífir hann upp. Og það var Tyrkjabyssan sem kom úr dælunni? Hún kom þarna úr stútnum og hún var öllu kopar. Og við vorum vanir að hirða allan kopar og flöskur og fríhjólt og verðmæti og selja þetta og nota þetta í kaffisjóð skipsins. Og þannig að Hafnarsjóður borgaði ekki kaffi fyrir okkur, heldur gerðum við það með þessum hlutum. En það var heppilegt að ég skynja undir eins og Tyrkjabyssan kom að þetta sé byssa, annars hefði hún farið kannski í koparbrot til Englands. Ég fór upp á Nausthamarsbryggju og hringdi í Þorstein, við vorum vinir við Þorstein. Og hann kom, hann var röskur til og honum leist strax á þetta að þetta veri mikill fengur. Hann lét myndana í bak og fyrir, skrifaði í vopnabúr danska sjóhersins og spurði hvort þeir kannuðust við byssu af þessari tegund sem myndin sýndi. Þeir svöruðu undir eins og sögðu að þetta hefði verið byssur sem hefði verið framleiddar við Miðjarðarhaf á 16. öld. Og þær voru á rennibraut efst á skipinu. Þeir gátu ekki miðað neinum byssum nema þessum. Hinn stóru fallstykkin voru neðarlega og þeir eru að miða með því að leggja skipunum til og skjóta þannig frá þeim. En þessar byssur voru notaði þarna uppi. Og það var á henni sæsvala, fljúgandi, og ég greip strax að þessu að þetta hlýtur að vera merkur hlutur, enda er þetta einhver merkasti hlutur sem byggðasafnið geymir í dag. Hún fór náttúrulega beinaleið þangað. Þetta skeiði 22. september 1968 klukkan 3 að degi, helmingurinn var í kaffi en skipið gekk áfram og dýpið var 8 metrar og það voru 4 niður á sand og 4 í sandi og við vorum að taka þennan sandbakka í burtu og þar var byssan falin og geymd og hefur verið svo í allar þessar aldir og þessi ár. Það segja margir sem þekkja þig að þú hafir ótrúlegt minni.
Það þá vöggugjöf. Afi minn Einar Þorsteinsson, hann var mjög næmur og minnisgóður. Algjörlega, hann var sinni á því sviði. Og mamma var minnug líka og pabbi var miðaglöggur og minnugur. Og hann var öðruvísi skapgerðar. En Óskar bróðir mjög minnugur. Hugsaði, við vorum saman á Humatroll í 8 ár. Þegar pabbiðinn var þarna með Ísleif 3. og við vorum að draga sitt á hvað í háa dýpun og í leirnum. Í 8 ár vorum við með sömu hlera, hann tapaði aldrei. Hann var það miðaglöggur, hann vissi hér má ég vera og hér mér öruggt að vera og það stóð heima. Voru árin til sjós góð ár? Það fannst mér og þessi íbúð sem þú situr í núna, það árangurinn að gæfunni. Hún gaf mér þessa íbúð. Það var líka listaskip. Ég var bara á góðum bátum á þess að ráða því sjálfur. Ég var á Mugg sem Gunnar Marel smíðaði fyrir Helga Ben. Þá voru margir á þeim bát og hann var alveg afburðaskip. Hann var með þungbyggðum Unimontel-mótor og ég var vélstjóri þar með Óskari bróðir. Og svo var ég á Gæfunni og Willum Andersen sem var á yfir 30 bátum. Sagðist aldrei hafa komið borð í annað en skip. Það var hægt að beita henni hvernig sem var. Og þegar maður var niður í Lúkkar, ef maður vildi vita hvernig veðrið var, maður var bara að fara upp og sjá það. Og þessi gæfa okkar, hún var fyrirmynda sæbjörginni hans Hilmars Rósmundssonar sem hann fiskaði á næri 1700 tonn á vetrarvertíð, 60 tonna bát. Og mér líkaði þetta, ég var alltaf örugur og var aldrei sjóhræddur. Þið bræður áttu gæfuna? Við áttum hana saman. Stundum var nú sagt að þið gerðu út með Guði? Já, gæfan nafn úr Landeyjum á skipi sem Einar afi var með og okkur fannst það eðlilegt að það kæmi svona og Óskar var heiðraður á sjómannadaginn núna, 75 ára og hann, Óskar, á mjög merkilega sögu. Hann brautryðjandi fyrir helgi sjómanna í landi. Hann var aldrei á sjó á sunnudögum, þá gaf hann sínum mönnum frí og þeir gátu verið í landi með fjölskyldum sínum. Miðin gátu fríðast þó að því leyti að einn bátur var í landi og það einmitt þetta sem að fiskurinn þarf í dag. Hann ekki ótæmandi og það hægt að drepa þetta og eyðileggja þetta allt saman. En þarna var Óskar glöggur en ég verð að viðurkenna það jafnframt að þessi afstaða hans, hún kallaði á það að hann kastaði oft holinu meir en aðrir og var þá kannski lengur út en hinnir af því hann alltaf vera í landi helgina. En fyrir fjölskyldu mína, ég hef eignast 5 börn í gegnum lífið, 1 hjá Guði og 4 náðu því að verða fólk. Og það var alveg forréttindi fyrir krakkana þegar pabbi var í landi þá á sunnudögum. Þá gekk ég með þeim út allt, splæst á þau ís og var félagiðir og vinnur. Og þetta var haldið síðan. Ég vil lifa lífinu svona, ekki í tómum þrældómi og ekki að sjá ekki sóluna og ekki geta verið heima nema þegar viðrin og svo vond að ekki útsegandi hundi. Ég vil njóta lífsins á eðlilegan hátt og það gerðum við sem sjómenn við Óskar. Þó hefur þetta verið langur vinnudagur, sjómennskan, forstöðustarf í söfnuðinum og ýmis þáttaka. Já, ég sko, þegar ég var á sjó, maður var að vaka alveg von úr viti. Það hafðist ekki með öðru. En ég hafði þennan eiginleika ef ég kom í land og það kom fyrir við fórum í land bara til þess að fara á samkomu. Þetta lætur einkennilega. En þá var ég með. Bara ef ég gæti farið í bað og raka mig og þrifið mig, þá var ég klár eftir að ég hafði íhugað texta í biblíunum nokkrar mínútur og predikaði. Klár í ræðustól? Já, ég gerði það. Alveg hikstalaust. Já. En ég var nú í meiru en þessu sjómennsku og betel. Ég hafði vélskoðunina og hún var nákvæmnisverk og tilfinning út í fingurgóma. Og það var stundum eins og að vera í fýsla aðmanni bara. Það var Guðs andi, trúi ég, sem gaf manni þarna ráð og varaði manni við. Ég kom einu sinni til dæmis og borði Ísleif 2. Þá var Valdimar í Varmadal hann Elli í Varmadal var með bátinn. Fínn maður hann Elías.
og hann var sjómaður í mörg ár og nú var hann kominn með Ísleif 2 og ætlaði að fara að róa með bátinn og hafði mannskap og allt og Ársæll Sveinsson gerði vel út og pabbiðinn var þar á þeirri útgerð í mörg ár. Svo ég kominn þarna og það var ekki að því að spyrja, það var allt í lagi hjá Ársæli Sveinsinni og bátunum hans og Elli vildi hafa það líka hjá sér. Svo erum við búin að skoða, ég og Runólfur heitinn Jóhannsson, hann var fínn Runólfur, gott að vera með honum. Og þá allt í einu verði svo órólegur og ég sé þarna 4 slökkvitæki á dekkinu og það átti eftir að staðsetja þau í lúkkar, í vélarúmi og í stýrishúsi og þau voru öll skráð nýhlaðin. Og vitanlega átti bókstafurinn að gilda þarna, því hann blífur í Sveitniti Séfing á sínum tíma. En mér verður á að taka upp eitt tækið og bara tilfinningin við að taka það segir mér tækið tómt. Og ég teka eins og ég ætla að hvolfa úr því og nota það í neyð, það kom ekkert úr því, það var tómt. Og þau voru það öll. Og skipið var að hefja róðra og ef eldur hefði verið laus og verið með tóm slökkvitæki, þetta var alveg agalegt. En það var eins og þess að verið hvíslað að mér. Og hann Elli, hann tók nú vel í þetta, hann vildi ekki fara á bát með tóm slökkvitæki. Það var að búta þeim í land og þeir sem höfðu merkt þau og þau verið frágengin úr hlaðin, þeir voru bara að kyngja þess í sig að skaffa hlaðin tæki. Og það var ofta svona eitt og annað sem kom fyrir. Þú tókst líka af skarið sem skipaskoðunarmaður og eftirliti björgunarbátana? Já, það var ég að gera og það var oft vandasamt. Og þegar við tölum gúmmíbáta, Vestmanningar byrjuðu með þá og Kjartan á Hrauni sem var með mér í 8 ár í þessu starfi, hann var sá fyrsti og Sighvatur Bjarnason í Ási. Og svo þegar bátar voru notaðir, þá var alltaf þessi gamla hugsun að lappa upp á þá og lagfæra þá. En ég hef eftir því sem árin hafa liðið komist að þeirri hugsun að ef gúmmíbátur einu sinni notaður og skilar sínu hlutverki, þá bara afskrifa hann. Því að kaupa nýjan bát, það ekkert miðað við það að fá mannslífunum bjargað. En þegar ég tók af skarið með þetta, þá var mér bara boðinn hnefinn. Ég stilti mig ekki upp með hnefann kreftan á móti, ég bara stakk hendinn í vasan og bauð fram kinnina. Það biblíuleg leið. Gjör það svo vel, þú mátt berja mig ef þú vilt. En ef þú ber mig, þá á ég næsta leik og þá ætla ég að brjóta þig. Og það fór aldrei illt út í það. Finnur þú svar við öllu í biblíunni? Það hægt að finna það. Ég í morgun til dæmis búinn að lesa fleiri kapitula. Kona mín spurði mig í gærkvöldi orð í Tímóteusarbréfinu, öðrum kapitula, hvað það stæði og ég fór og sótti biblíuna og las fyrir hana. Og ég les hann alltaf. Ég las í morgun Rómverjabréfið 6. og 7. kapitula í þýðingu frá 1863. Ég geri það að lesa svona. Og biblían hefur fylgt þínu heimili frá því þú stofnar heimili? Alveg, algjörlega. Og ég hafði hana með mér það á vinnustað. Ég hafði enskt Nýja testamenti og íslenskt og Passíusálmana þegar ég var vélstjóri í Ísfélaginu. Og ég greip alltaf í þetta og las þetta nótt og dag. Af hverju enskt? Megna málsins. Ég Íslendingur og tala íslensku og þurfti að læra ensku. Og ég hafði þá leið að ég fór með enskt Nýja testamenti eða enska biblíu upp á sjúkrahús og heilsaði upp á Breta sem ég þekkti ekki neitt og sagðist vera með guðsorða þeirra tungu hvort ég mætti lesa fyrir þá. Baða að leiðrétta mig ef ég væri skakt fram. Þarna hitti ég skipstjóra á stórum skipum, dugnaða menn. Allir voru eins og litli drengir þegar orð Guðs var að ræða. Og ég las þetta fyrir þá. Og hjálparhella mín í sambandi við að fá Guðs orð á erlendum málum var Sigurbjörn Ástvaldur Gíslason í Ási. Hann var alveg höfðingi, útvegaði manni rit og ég dreifði þessu meðal hermanna og fór í skip í Vestmannaeyjum og hvað sem var. Ég var aldrei hlutlaus og hef aldrei skammast mín fyrir það að kannast við þetta.
Einar, þú ert tvíkvæntur. Já. Ég hef verið mjög heppinn í mínum kvennamálum. Ég trúlofaðist ungurinni Guðnýju Sigurmundsdóttur og það var bara í gegnum starfið í Betel sem okkar kynni voru. Hún var mannkosta manneskja, hún var óvenjulega gáfuð, skýr. Hún var hljómlistarunnandi og lék á öll hljóðfæri og þegar hún spilaði á gítar þá notaði hún allt skaftið. Hún var alltaf með hæstu einkanir í öllum skólum þar sem hún tók próf og við saminuðust á vegi trúarinnar við Guðný og það voru okkar æsku ástir beggja og það stóð í 14 ár. Þá þóknaðist Guði að taka hana til sín og það var mér ákaflega sárt að vera með 3 lítil börn og hún fór með 4. barnið okkar. En Guð gaf mér þá náð að ég gat skilið að sá sem lánaði og gaf, hann tók. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verið nafni drottins og ég beygði mig fyrir því og þegar á þessum hörmungum stóð þá ég þurfti enga pillu eða lyf til þess að róa mig niður. Ég byrjaði á því fyrsta kvöldi eftir hún dó á sunnudegi klukkan 5 að ég tók drengina mína Simma og Guðna upp í rúmi hjá mér og Guðni las fyrir mig uppátt og Jóhannesar Guðspjalli og þegar hann var búinn að lesa úr bókinni og ég hlustaði með athygli á því hann skýr lesandi þá sofnuðum við og sváfum alla nóttina og þegar hann var jörðuð þá talaði ég yfir henni og það nú til. Og þá tók ég eftir því að ég mátti alls ekki horfa á fólkið sem var grátandi og gripið og klútar á lofti. Þetta var upp í kirkjugarði, ég horfði á Blátind og hann lyfti huga mínum upp. Já, og þannig hélt lífið áfram. Svo var það tengdafaðir minn, Sigurmundur, hann sagði, hvað ætlarðu að gera nú? Þegar að dóttir mín frá þér tekin og þú ert með 3 lítil börn. Æ, sagði ég hef ekkert hugsað það. Ef ég hugsa nokkuð þá vildi ég helst mig að fara sömu leið og hún fór. Svona máttu ekki tala, sagði hann. Þú verður eitthvað að gera. Og þá var það eftir íhugun og bæn að mér kom í huga skrifa Sigurlínu Jóhannsdóttir frá Sandasel í Meðalandi og þá var hún í Grænlandi og fekk biðilsbréf frá mér. Hún hér í eldhúsinu og gefa okkur kaffi í dag. Og henni var þetta náttúrulega svo köld sturta að hún, ung stúlka og hafði aldrei gifst og átti ekki barn, að ég var að biðja hennar. En það var svo, hún ákvað það að segja já og við erum hjón og við höfum verið hjón í 26 ár. Og þetta hefur gengið ákaflega vel. Og ég tek eftir því að við erum samstæð í bindindi. Hér ekki vín til eða nein vitleysa eða óregla. Við erum samstæði í trúnni á drottinn Jesúm Krist og við erum samstæði því að kjósa alltaf eins. Hún ræður sínu atkvæði sjálf og ég mínu en við kjósum alltaf eins. Svo það aldrei neinn ágreiningur. En ankerið í þessu öllu trúin? Hún trúin og trúin já, hvað trú? Hún samtenging við Guð og samviska sameiginlegt vit við Guð. Maður ekki einn. Guð yfir okkur og hjá okkur og við erum sköpuð í hans mynd. Við erum hans ættar. Fjandinn á ekki að eiga okkur eða óreglan eða vitleysan. Það skaparinn, það Guð. Og ég vil líkjast honum og ég vil fylgja honum og þegar ég les sögu okkar Íslendinga, þeir menn sem eru toppurinn, það eru menn sem trúðu á Guð og tileinkuðu sér trún á Guð. Þú getur farið í söguna, sér það Þorgeir ljósvetningagoða, þvílík trú sem hann hafði, Hjalti og Gissur. Ég var þarna daginn í Vestmannum á sjómannadag og ég horfði niður á Hörgeyragarð og myndist þess þegar að Landnáma segir frá því að þeir komu siglandi frá Noregi, beint strik í vestur frá Þrándheimi og tóku land við Dyrhólmaós, segir í Landnámu. Ekki Dyrhólaey, heldur Dyrhólmaós.
Og þegar þeir voru búin að taka land þar, þá héldu þeir áfram og komu til Heimejar. Og þegar þeir komu að Heimey, þá byrjaði þeir á því að skjóta bryggjum á land. Sjáðu hvað þeir voru á undan okkur. Á allri þessari tækniöld og öllum þessum framförum. Þeir höfðu bara bryggjur með sér borð, voru ekkert háðir hafnleysi eða velþóknun eða vanþóknun ráðamannum að veita svo og svo mikið til hafnagerðar og bryggjugerðar. Þeir höfðu þetta bara sjálfir. Og þeir voru 2 daga að bera kirkjuviðinn í land úr skipinu sem þeir komu með. Þarna er trúin, hún er ankeri. Ég var einu sinni með landnámabók og notaði hana í samkomu eins og biblíuna. Og ég var að tala Leif Eiríksson, Leif Heppna. Það var Ólafur konungur Tryggvason sem sendi hann til Grænlands til þess að boða kristna trú. Svo hann var trúboði, þessi mikli maður. Og því er andmælt neðan úr sal og ég sagði þetta stendur hér á blaðsíðu 268 og las það upp og það voru náttúrulega öll andmæli búin. En þetta eru toppar úr íslenskri sögu og ef við komum síðan meir eins og Odd Gottskálksson, eins og Hallgrímur Pétursson, Brynjólfur Sveinsson og hvað þeir heita. Og við eigum menn í dag sem að bera af fyrir trú. Sjáðu Sigurbjörn biskup. Og hvað er staðsett Sigurbjörn biskup? Það er hvernig drenginu hans fylgjónum. Eru prestar hver eftir annan. Ólafur Skúlason, mér fellur hann ákaflega vel. Og Pétur Sigurgeirsson, hann var maður með hjarta á réttum stað. Og það er merkilegt sem skeður núna einmitt þá helgi sem við kusum til borgarstjórna og bæjarstjórna, sveitastjórna. Þá var sonur hans að ljúka doktorsprófi í Lundi í Svíþjóð. Og hvað heldur að umræðuefni hans hafi verið til doktorsritgerðar? Það var Hvítasunnuhreyfingin á Íslandi. Hann kafa niður í allra söguna í Vestmannaeyjum og rannsaka líf sjómannskvennanna sem voru brautryðjendur í þessu. Hann er orðinn doktor út af þetta. Já. Nú má segja að þú sért orðinn fastur liður í sjómannadegi Vestmannaeyja. Já, ég sóttist ekki eftir þessum. Vinur minn og frandi, hann drukknaði. Og það var ákaflega hörmulegt slys. Þetta var mikill efnismaður, Halldór Ágústsson. Og hann fórst þarna fyrir klökkum austur á Stórhöfða af bát sínum. Og sama daginn og hann drukknaði þá ætlaði ég að fara með herðubreið til Reykjavíkur og taka þátt í samkomum. Ég hef alltaf gert það, aldrei legið að liði mínu og alltaf verið liðsmaður og það þóttu góðu liðsmenn til sjós sem létu sitt horn á pokanum ekki síga, heldur því uppi eins og átt að gera. Og ég fór til ekkjunnar og vottaði henni samúð mína og svo þegar að sjómannadagurum var, þá var ég beðinn að minnast hans og minnast drukknaðra sjómanna. Og ég hef gert þetta í 36 ár. Og ég er ákaflega þakklátur fyrir það að hafa gengið í Landakirkju þetta veglega Guðshús sem hefur haft marga og góða þjóna, presta sem hafa flutt rétt Guðs orð. Þegar ég kem þangað inn þá er ég svo vanafastur, ég fer alltaf í kór og sest á sama stað. Og það gerði ég í 37. sinn núna. Og svo við minnisvarðana þá myndist ég þeirra sem hafðu drukknað og hrapað og farið til flugslysum. Og það næri yfir öll árin. Bænarhitinn. Já. Bænasvar. Hann kemur í einrúmi. Ef maður biður mikið heima og einn, þá er eðlilegt að maður biður í Guðs þjónustum og Guðs húsi. Og það var ákaflega merkilegt bænasvar sem ég fekk daginn. Ég heimsótti Óskar bróður 75 ára og var með honum. Langaði svo að hitta frænda minn og gerði það, fór heim til hans og þá stóð nú þannig á að hann ætlaði að byrja drykkju og var með annan með sér og þeir áttu nóg vínföng og þeir buðu mér að vera með. Ég snerti ekki einu sinni bjór, ég vildi sjá hann bara, bæði vegna mín, það sykur í honum og ég má ekki borða neitt sætt og svo vegna annara sem horfa á mig. Ég er ekkert að verða tálsnara fyrir þá. En ég sætti að bjóða mig upp á annað og það var bæn.
ég fór að biðja fyrir þeim og við tókumst allir í hendur. Og svo þegar ég var búinn að biðja og kvaddi þá og fór og bauð góða nótt, þeir réðu svo hvernig áframhaldið yrði. Skáparnir voru ekki opnir þar sem vínið var, það var ekki snert, þeir mistu alla list. Er þetta ekki gott? Þetta er bænasvar. Já, þetta er sterkt bænasvar og mér finnst að svona mætti þjóðin taka til greina. Og ég veit dæmi fyrir því úr söfnuðinum að það var kona sem aldrei gat haldið jól fyrir fyllirí á manni sínum og sonum, tveimur sem hún átti. Og vanalega byrjuðu þeir sig svo mikið upp með vín að þeir voru bara fullir yfir allar hátíðarnar. Og það var fyrir kvíði, þó hún var að hafa gott og góðan mat, þá gátt ekki sinnt þessu fyrir þessa ofurölfun. Og hún talaði við prestinn sinn og hann var forstöðumaður í Hvítasunnuhöfninni og hann baði fyrir dúk og smurði dúkinn með olíu og sagði honum að hún skyldi láta þetta í koddana hjá þeim sem þeir sváfu á. Það hlýti að hafa áhrif. Og þar kom þóttarsmessa og þá nú alltaf fyllir í alls staðar. En öllum til undrunar snertuður ekki vínið. Það kom aðfangadagur, það komu jóladagarnir báðir og vínbyrðirnar voru óhreyfðar. Og það kom áramót og þá gáðust þeir upp og gjörðu iðrun og snéru sér til drottins og báðu hann að segra þennan anda sem í þeim var, því að vínið er andi, vínandi. Og tekur menn og vill halda þeim og sleppur þeim ekki og eyðileggur líf, hjónabönd, börn og heimili. Og þetta ætti að banna á Íslandi. Þetta er svo alvarlegt mál og það er ekki að furða þó að margt gangi á afturfótunum í okkar þjóðlífi þegar að ríkið stendur fyrir að veita þessum fjára yfir fólkið og það er flatt fyrir þessu. Ég hef setið brúðkaup hjá nánu skyld fólki og Svava systir var þar með og það var byrjað á því að rétta okkur glös og hún neitaði, hún sett ekki vilja það, hún var kallaður félagsskítur og ég sagði láta hennar Svövu systir vera og bysti mig hátt yfir eins og ég gat og sagði þetta ekki sita hér ef ekkert ætti að bjóða manni annað en eitur sem gerði mann óhæfan til þess að keyra bílnum sem væri fyrir utan. Og mágur minn kom sem var að halda brúðkaup sonar síns og spurði hvort ekki væri hér allt í lagi. Nei, það er ekki í lagi ef ekkert er hægt að bjóða manni annað en alkohól. Svo ég fekk bara Coca-Cola og var ánægður með það. Og það ætti að vera svo alls staðar. Þú ert oft kallaður til að biðja fyrir fólki. Já, mikið og hringt, hvað mikið er hringt. Og þá byrja ég í síma. Og ég á marga vini út all land og þeir hafa fengið bænasvör. Og ég hef horft á stórkostlegt bænasvör, tvisvar sinnum hef ég séð lamaða ganga. Já, það var alveg stórkostlegt. Bænin er svona sterk. Hún er vörn, hún er samband og hún er samtenging. Og hún er lífslind og bænin má aldrei bresta þig. Og hún er freisting ýmisleg, þá líf og sál er lúð og þjáð, lykill er hún að drottins náð. Og þetta gera mæður okkar, þær biðja fyrir okkur þegar við erum litlir. Og þetta gera sjómannskonurnar, þær biðja fyrir mönnunum sínum þegar þeir fara á sjóinn og þeir biðja sjálfir líka. Og þegar mestu hörmungar sem að gengu yfir Vestmannaeyjum og seinni árum gosið, mér er sagt af mörgum að þá hafi verið beðið og beðið af mörgum í Eyjum. Enda snerist þetta til góðs. Og þegar maður kemur til Eyja núna, mér finnst ég koma á betri Eyju og stærri Eyju og fullkomnari Eyju. Ég var í því að reyna að ná í sand og byggingarefni og þetta var orðið hægt, en nú kom þetta bara í hendur okkar beint upp á jörðinni, svo skiptir milljónum tonna. Já. Þegar þú talar í prédikunum, þá talar þig upp. Hvernig skeður það? Ég undirbý mig þannig að ég sem aldrei ræður og skrifa aldrei ræður, en ég bara bið. Og ég fæ vissa punkta í huga minn og þá vanalega út frá ritningunni og ég tala í kringum það og passa mig á því að ég eyðileggi ekki það sem ég er að reyna að segja með mælgi eða vera ólangorður. Ég hef hnitmiðað og ég finn það hvernig mér ekst ásmegin og ég hitti mark.
Og svo þegar ég er búinn að ná því að setja mark, andlega talað, þá bara steinhætti ég. Og svo verður áframhaldið að koma seinna. Já, þetta er mín ræðukunst. Hefur aldrei komið til greina að þú sinntir eingöngu prédikunum eða kristniboði? Þetta er þannig uppbyggt hjá okkur, við erum lítil hreyfing og við erum fá og við erum fátæk. Og þetta er einar alltaf sjálfboða starfi. Það er það. Og þegar ég gerðist trúboði, ég var algjörlega kauplaus í 2 ár. En ég var duglegur og vann inn og ég hef ekki tapað á því að ávaxta það í trúboði. Ég á þessa íbúð hérna sjálfur. Og þetta er allt gefis og maður þarf ekki að hafa áhyggjur af því, bara maður er viss að maður er að gera eitthvað gott og lætur gott að sér leiða. En það hafa ekki verið tök á því að kosta mig til dæmis, enda kæri ég mig ekki það. Ég held að það sé betra að þurfa að vera háður því að biðja Guð að gefa sér daglegt brauð og þiggja það. En ekki eiga eitthvað brauðið embætti sem maður getur verið áhyggjulaus í, þá sofnar maður. En maður þarf að vaka og halda vöku sinni. Og það hef ég gert. Og þó að ég sé komin á lögaldur, ellilífeyrisþega núna, ég er ekkert á þeim buxunum að fara að leggja árar í bát. Ég ætla að halda áfram. Ég fer á morgun á Elliheimili Grund og vitja vina minna þar. Og frétti ég af eigamanni sjúkum, þá vanalega reyni ég að heimsækja hann. Bara ég frétti það. Ég fer á Vífilsstaði út allt. Er mikil hjálp í því þegar að komið til fólks á sjúkrahúsum og elliheimilum og við erfiðar aðstæður þessum sorgin eða sjúkleiki ber að dyrum? Það er hugreisting. Og þegar maður kemur til dæmis til þeirra sem eiga bágt, þá er það vísdómur. Maður á ekki að skvaldra veður eða vind. Og maður á ekkert að spyrja það hvernig líður eða hvernig hefur það. Fólk er á sjúkrahúsum af því að þarf á því að halda. En þegar ég er komið þangað inn, þá ger ég vanalega stutta bæn. Og þegar ég er búinn að biðja, þá finn ég í anda mínum að nú er markinu náð og þá bara fer ég. Ég heimsótti vin minn á sjómannadag í Vestmannaeyjum, daginn eftir sjómannadag, Jóhannes Kristinsson, ég get nefnt hann með nafni, við vorum góðir vinir, dugnaðar sjómaður, Avansa Magnús Jónsson á Sólvangi, sem var sjómaður í áratugi og formaður og Kristinn sonur hans var mikill aflamaður, svo fekk Jóhannes áfall. Ég heimsótti hann hér upp á Grensásdeild og þá gat hann ekkert sagt. Nú hitti ég systir hans við jarðarför í Eyjum og hún sagði mér þú ættir að heimsækja hann Jóhannes bróðir, hann getur talað við þig og ég tók það á orðinu og fór og mikið var ég glaður í að sjá hann. Og mér finnst það raunar hafa verið hápunkturinn á ferminni til Eyja núna. Fyrir utan allt það góða sem ég fekk að reyna, sjómannadag og guðsþjónustur í Landakirkju í Betel og þing Gítjón félagana sem mér fannst stórkostlegt. Þá ber það hæst að ég gat heimsótt þarna þjáningabróður minn, útlærður skipstjóri, dugnaðarmaður mörg ár en er nú sjúkur og Guð blessa hann og ég sendi honum kveðjur héðan og minnist hans í bænum mínum og slíkt náttúrulega er ekki hægt að meta til fjár að geta komið til uppörfunar og lyft manni upp hver sem hann er. En mitt í alvörinu er þér oft lagið að slá á létta strengi? Ég er húmoristi og má passa mig á því og einhver sagði við mig að mér finnst að þú ættir heldur að vera leikari en predikari. Þetta liggur mjög vel fyrir mér að vera bjartsýnn og sjá jákvæðu hliðarnar og mér er oft grönt til hláturs og svona en ég passa mig á því, ég er ekki strákur og ger ekki helgan stað að stráks vettvangi. En ég er samt bjartsýnn og ég vil halda því og sjá björtu hliðar lífsins. Og ég er glaður, ég vakna hvern morgun eftir svefn, endur narður og byrja á því strax að lofa Guð og vera glaður og geng áhyggjulaus inn í nýjan dag. Og það er kunstinn hjá mér, ég gerði það Herjólf, borði í Herjólfum daginn, ég fekk mér koju, það var svolítið vestan gúlpur, ég steinsofnaði og svaf, þá til við komum í Þorlákshöfn
Og þetta leyndardómur lífsins hjá mér. Ég hef alltaf getað sofið, en áður en ég fer að sofa þá passa ég mig á því að skilja áhyggjurnar eftir fyrir utan þröskuldinn. Það ekki með mér upp í rúm, bara ekki. Og það gefur mér styrkleika. Og það megi allir heyra það. Gott. Já, þetta gott, þetta ekki? Sauðfjárbúskapur þinn. Hann mjög eftirtektarverður og sérstaklega ef maður á kind upp á það að reyna að skilja hana og lítur á hana sem vin. Getur talað við hana og eignast trúnað hennar. Ekki með því að sega hundum á hana eða bölva eða ragna yfir henni, heldur strjúka henni og vera góður við hana. Og ég hef haft lag á því að ég átti kindur í 16 ár og hafði mjög gaman af því. Ég talaði við þær, ég kallaði þær með nafni og þær náðu trúnaði hjá mér. En ég var að gleðja þær, sérstaklega ef ég hafði appelsínuberg í vasanum. Það ekki gráðugar í neitt eins og appelsínubörg. Og svo rúsinur eða súkkulaði, þá þykjaði þér það. Gafstu þér súkkulaði? Já. Ég gerði það og það alveg voru sjúkar í þetta maður. Ég hef séð það, ég átti heimalinga einu sinni. Pabbi hann ólaði hana upp og ég hef nú gaman að pabba mínum og henni því að hann var nú skapmikill en afskaplega mikið skepnavinur og barnavinur þó hann væri grjótharður og á öðrum sviðum. En hún var oft fyrir utan húsið mitt á Arnarhóli, heimælingurinn, og þeir voru að koma til hans, pappa minns, hann Jón Fjalli og Ágústa Melstað og báðir tóku yfir í nefið. Þeir vöndu kymbrinn á að taka í nefið. Þegar hún sá þá að þeir tóku þetta í nefið og hún vildi fá það sama. Hún hnerraði ykkur óskup en hún var steinhætt að hnerra og sótti í þetta. Skepnan svona. En ég fekk tengdamóður mína einu sinni í heimsókn, hún var austan á Meðallandi, mikið náttúrubarn og elskuleg kona, móður hennar Sigurlínu. Og ég keyrði henni víða megir og ég fór með hann á sjó og ég leiði henni að taka stýrið á létti lóðsbotnum og hún hafði yndi og ánægja af þessu blessuninn. Og þegar við komum inn í Hlíðarbrekkur, ég átti þá reyna á sendibíl og þá sagði ég við henni að þetta var eftir hádegi, hérna eru kindurnar, nú skal ég lofa þér að sjá þær. Og þá segir hún, ég sé enga kind, nei, þær eru þarna upp í bóli. Aftrepi þess að það voru þurra voru kölluð ból. Og ég kalla á þær og þá fóru höfuð að koma upp og svo komu þær allar niður eftir. Og þar á meðal var Ingi Björg sem ég keypti honum pappaðinum. Já, og skýrðir í höfuðmóður minni? Já, hann vildi það. Hann bað mig það. Já. Og hún hélt því nafni alltaf og hún kom og var með afskaplega fallegu lambi. Og svo komu þær að girðingunni og það var ókunnugt fólk með mér. Og ég kalla, Ingibjörg mín, komdu greikkarnir, láð mér strjúka þér. Og þegar hún var búin að þefa hendina á mér, finna vélarlyktina og smurolíulyktina og samþúktum mig. Hún ýtti lampinu að mér og ég tók lampið upp, fallegt gimbralamb sem lifði í mörg ár. Og ég hafði höfuðið á Ingibjörgu, hendina á höfði hennar og rétti svo lampið yfir til Vilborgar og hún tók á móti því og ég hafði hendina á lampinu líka. Þá var tenging á milli og þá sagði hún, þessi heiðurskona, ég hef aldrei séð svona lagað. Er þetta hægt? Já, þetta hægt. Svo tók ég við lampinu hjá henni og rétti Ingibjörgu það og hún var ánægð og allur ótti og kvíði var í burtu. Og svona var það. Ég tók eftir því, ég átti fallega hrúta, fekk meira sér hrúta vestan af úr Súðavík, að þegar að hann heyrði í honum pappa, þá var hann ein athygli, hann þekkti fótatækið hans. Pabbi var svona líka, hann talaði við og kallaði við Greikköllin. Og hann var aldrei blíðari heldur en þá þegar hann var innan þessa máleysingja. Og við erum að fara vel með þessar skepnur sem við köllum skynlausar en þær ekki skynlausar.
þær segja frá og þær vara mannin við og vita langt lengra en við oft gerum okkur grein fyrir. Ég tel það hafa verið mannbætandi að hafa átt kindur. Og Simmi, sonur minn, hann á kindur og fær yfir 20 kíló meðalvikt á lömbum úr Heimakletti. Hann var með heimaling hérna daginn og það var yndi að sjá börnin hans vera að snúast í kringum þetta litla lamb sem var háð vilja þeirra að þau gáfu honum mjólk og allt fór svo vel. Þetta ekki gott uppeldi í náttúrufræði? Ég held að við mættum minnka skólavesenið á Íslandi og kennaraóstandið og ófriðin sem oft í kringum það með því að láta fólki lifa bara í náttúrunni og taka eftir þessu sjálft.